Fulfill, gómsætt nammi með dagsskammti af 9 vítamínum, 20 grömm af próteini og engum viðbættum sykri. Og áfram höldum við föstudagsþáttinn og nú ætlum við aðeins að forvitnast ráðstefnu sem fór fram hérna síðustu helgi og hét Hvernig skapa ég mína eigin framtíð og til mín komin kynnir ráðstefnunar Halldór Kristinn eða KK. Já, velkomin. Takk fyrir það. Þetta var ekki venjuleg ráðstefna. Nei, hún var það ekki. Hún var svolítið svona bara þú í þínu herbergi og sást engan. Nei, ég sá engan, nefnum náttúrulega bara myndavél og svo fyrirlesana. Við tölum kannski aðeins það. Þessi ráðstefna, þetta er svona, fjarráðstefna og fer í rauninni öll fram á netinu. Já, allt land náttúrulega. Allt land, já, hérna á Þingeyingasvæðinu og Eyjafirði. Það er atvinnuþróunarfélag Þingeyinga sem og Eyjafara sem í rauninni skipuleggur og framkvæmir en svo kemur í rauninni frá styrk frá Eyþing sem komið sér gegn. Já, þetta er í rauninni bara, þú veist, fyrirlesanir voru bara staddir út allt land og einn í Vestmannaeyjum, einn á Akureyri og svo framvegis. Og það voru bara allir við sína tölvu og með sína myndavél og hljóðnema. Og svo er þessu strengt í gegnum Zoom sem er sérst bara forrit. Það er þá eitthvað forrit sem kannski ekki allir hafa heyrt um. Ég veit að háskólinn notar þetta og þú veist, þetta er í rauninni bara svona þú veist, þú notar þetta ef þú vilt kannski horfa á fyrirlestra eða eitthvað svona. Einu sinni var það þannig að fjarfundabúnaður var svolítið svona vesen. Já. En þetta er ekkert vesen, þetta er bara eitthvað app eða hvað? Já, þetta er ekkert vesen í dag, þetta er náttúrulega bara eitt forrit og það eru allir með myndavélar á tölvunum sínum og símónum sínum og svona er eiginlega bara lífið í dag, sko. Og þarna var þetta að vera með fyrirlestur, bara hvar sem þú var staddur og svo var einhverjir væntanlega að fylgjast með þessu í beinni útsendingu eða þannig? Já, þetta er í rauninni, þú veist, ég er kynnirinn á þessari ráðstefnu og þau tala bara það sem þau eru að gera, þessi fyrirlesarar og þessi eru öllu strengt á tjald bara í skólum, grunn- og framhaldsskólum eða á þessu svæði. Já, verkmenntaskólinn var að fylgjast með og... Já, og grunnskólar og fleiri skólar utan landi hérna. Þeim bara safna saman einmitt bara í einhvern sal eða kennslustofu, hvað sem þau eru og þar sjá þau bara alla fyrirlesturinn og svo er því bara stjórnað og það er bara sett upp á ramma hver er að tala og ég kynnti í rauninni bara alltaf alla fyrirlesarana einu. Og þarna var verið svolítið að spá í framtíðina, þú veist, hvernig skapa ég mín eigin framtíð. Akkurat. Og hún Helena Sigurðar frá Háskólanum og Akureyri að tala hvaða störf verða til í framtíðinu. Var hún með einhver klár svör við því? Já, það kom náttúrulega fróðlega spurningar inn og hún var ansi áhugaverð. Í rauninni bara hvaða störf verða í framtíðinni, þú veist, hún var bara að tala það að sama í rauninni hvað þú hefur áhuga á, að það er alltaf hægt að finna vinnu við það, sko. Og það sannaðist líka dálítið með til dæmis Eydísu og honum Daniel. Já, svo komu þarna aðilar sem eru að vinna bara hér og þar og alls þar og þá nota þeir tölvu og tækni og býtum við, Daniel er rafíþróttamaður. Rafíþróttamaður hérna á Akureyri. Sem er í rauninni bara það að hann vinnur og fær borga fyrir það að spila tölvuleiki. Sem að þegar ég var yngri, þú veist, þetta hefði eflaust verið draumur hvers einasta barn sem að spilaði tölvuleiki þá, sko. Að fá borgað fyrir að gera þetta. Þú varst að vera rosa góður til að komast í þetta, eða ekki? Já, auðvitað, en ég meina, þú veist, til þess að slá í gegn einhvers staðar þá ertu að vera góður í. Þú ert að æfa þig. Þú ert að æfa þig og setja inn tíma og kannski var hann einu sinni bara, þú veist, litinn bara latur tölvuleikjanörd, skilurðu. En núna er hann að fá borgað fyrir það sem hann er að gera, þannig að svona smá feist tilbaka þar, sko. En lýsti hann það sínum degi svolítið? Gat hann sagt bara, ég vakna klukkan 8 og fæ mér morgunmat og já, svo hann alltaf, þú veist, það er alltaf schedule og hann þarf kannski að skila einhverjum ákveðnum tími vinn og svona og þú veist, hann þarf virkilega að, þetta er alveg, þú veist, vinna. Og er þetta þá fyrir eitthvað fyrirtæki eða hvað? Já, þetta er fyrirtæki í Svíþjóð sem hann heldur spila fyrir. Þannig að það var ansi áhugavert. Já, og svo var hún Eydís þarna, sem hún er svona teiknari og animator eitthvað. Já, hún er svona 3D designer og animator hjá Myrkur Games. Já, og það er tölvuleiki fyrirtæki, ekki satt? Jú, og í rauninni, þau eru núna að teikna og hanna nýjan tölvuleik. Ég man nú ekki alveg hvað hann heitir. Nei. En mástu hver hún var staðsett? Var hún langt í burtu frá fyrirtækinu eða kom það eitthvað fram? Ég bara, veist það, ég man það ekki. Nei. En allavega, þú veist,
Hún sagði eitthvað svona smá frá því hvað hún lærði og til hvers og hvernig hennar saga var og svona. Var hún alveg einbeitt strax að fara í þessa átt eða gerðist þetta eitthvað eftir krókaleiðum? Já, ég heldur hafi nú alveg verið einbeitt á því, sko. Bara, þú veist, auðvitað er allt vinna og skóli, sko. Manstu hvort hún fór listabrautin eða fór hún tækni eða blandaði hún þessu saman eða eitthvað? Ég bara, ég get eiginlega ekki svarað. Af því að þú varst líka svolítið upptekinn. Já, því að ég var svolítið upptekinn við að gera annað á meðan, sem við ætlum að tala um. Já, segðu okkur aðeins hvað þú varst að brasa með. Leið og fyrirlesanir eru að tala og auðvitað hlustaði maður með öðru eyrunu, en leið og þeir eru að tala, þá var ég að pikka út spurningar og til þess að geta svarað, eða spurt fyrirlesan af þeim, spurningarnar koma frá öllum nemendum, bara út allt. Og það er málið að þau senda inn spurningarnar á appi sem heitir Slido. Bara símanum sínum? Slido? Já, það er sérst annað app og þau senda inn spurningar til mín á risaskjá inn í rýminu sem ég var á og þú veist, það kom yfir 1000 spurningar. Vá, þú ert kannski að grisja þær aðeins. Já, auðvitað. Maður þurfti að grisja þessar spurningar og svo þarna fékk ég þær mitt til mín og ég þurfti svo að ákveða og líka það að sú spurning sem fekk mest like, það var þetta læka spurninguna. Að þá svona reyndi ég að bera þær spurningur upp til fyrirlesana. En þetta gekk svona dálítið á milli. Þau svöruðu spurningunni, ég kom svo með aðra spurningu. Og virkaði þetta ekki bara dálítið vel, eða? Ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í, sko. Ég sagði í rauninni bara alltaf bara já og svo, þú veist, ég undirbjó mig alveg, en þetta var held ég í fyrsta skipti sem þetta gert svona. Og var bara ansi áhugavert og bara rann eiginlega bara mjög smúð í gegn, sko. En þurftur ekki að hafa einhverja með þér svona ef eitthvað hefði nú klikkað tæknilega? Jú, það voru náttúrulega tæknimenn og Silja sem að skipulaði þetta. Og þær voru með mér inn í herbyggi. Af því það er svo típist eitthvað svona á að gerast. Ég bara, heyrðu það vantar snúru, þetta næ ekki myndinni í... Nei, ég gekk í rauninni inn í rosalega þægilegar aðstæður upp á það að gera, sko. Búið að græja þetta allt. Búið að græja allt og svona... Prufukeyra kannski. Prufukeyra aðeins, já, við tókum smá prufufund og svona. Þannig að þetta bara eiginlega gekk eins og sögu, sko. Og hef ég heyrt að, þú veist, kennarar og Vaffema til dæmis og fleiri, þeir hrósuðu sér hástert. Já, þetta, hugsaðu hvað möguleikar í boði núna, þú veist, það er aldrei fyrirtæki að halda einhverju ráðstefnu, segjum í Hofi eða Hörpu og fá alla á staðinn og þetta er náttúrulega bara líka umhverfisvænna. Já, það er bara allir á sínum stað. Það er orðið hjá þér. Þetta er umhverfisvænna. En svo er þetta líka bara, eins og staðinn er í dag, þá þurfum við líka aðeins að vinna, þú veist, vinna með áhugasvið fólks. Ég veit ekkert alveg hvort að mikið af þessum krökkum nenni endilega að fara til dæmis, segjum bara inn í einhvern sal þar sem kemur fyrirlesari. Þú veist, það var eitthvað spennandi við þetta, þau voru að nota sína eigin síma. Þau voru virkjuð svolítið. Já, þau voru dálítið virkjuð til þess að taka þátt, sko. En þú veist, það virðist hver einasti krakki eða unglingur, þú veist, vera með síma í höndunum í dag. Þannig í staðinn fyrir að tuðið séu með síman í höndunum, að þá frekar en að vinna í kringu það og vinna með því, sko. Nýta sér alltaf þessa tækni sem er búið. En svo, þú veist, svo sá maður alveg að þetta skilaði sér. Hvernig? Þegar ég fór seinustu helgi, þá kíkti ég á Húsavík, fór í sjóbúðina hans að slaka á og svo fer ég á bensínstöðin eftir það og þá er einmitt einhver, þú veist, hópur úlingum þar og bara, hei, ert þú ekki sem að varst með fyrirlesun á YouTube? Þú veist, það er tengt strax við YouTube og svona. Þannig að, þú veist... Þau hefur það verið vakandi og tekið eftir. Þau hafa verið vakandi og tekið eftir og það er í rauninni markmiðið, sko. Þetta er frábært og svo væri gaman að fá einmitt að heyra meira en það er ekki tími til þess núna. Einmitt hvernig þessi framtíð lítur út í hugum fólks en það er bara annar þáttur. Já, en svo er náttúrulega, þú veist, það er hægt að sjá náttúrulega fyrirlestur líka. Það er hægt að skoða þetta? Já. Hvar fer maður til að sjá þetta? Ég held að linkurinn sé bara inn á, ef þú fer inn á Facebook og skrifa bara hvernig þróið mín eigin framtíð. Hvernig skapa ég mín eigin framtíð? Þá finnur þú heimasíðuna og þar er linkur inn á. Já, ég held að hann ætti alveg að vera. Ég las allavega að það myndi koma, kannski er hann kominn, kannski er hann rétt ókominn. Frábært. Takk kærlega fyrir að koma og segja frá þessu. Bara minnsta mál, takk fyrir að hafa mig.